byrja það núna bara. Til ég. Það er ekki takkað svona intro eða eitthvað? Nei, það er ekkert intro maður. Ég er mjög heimilegt, ég fá mig gríska jógurt. Já, bara kekkja. En byrjum að tala þessum, sko, því að hún er búin að starfa svona nýhættur sem blaðmaður. Þannig að við ætlum að tala svolítið fjölmiðla. Já, fjölmiðlar eru skrimsli. Skrimsli. Hvað varst að tala þeir sem eru svona góð, hvað er að vera góður netblaðamaður? Já, sko, þeir sem eru góðir netblaðamenn, þeir eru með netblaðamennska snýst fyrst og fremst að fóðra einhvers konar þörf hjá almenningi, þú veist, að feed the beast, þú veist, að vera að mata almenningi á því sem að þeir telja sig þurfa að vita. Það er alls ekki það sem þeir þurfa endilega að vita, það sem almenningu telur sig vilja og þurfa að vita. Og netblaðamennski í dag er skilin á milli entertainment og fréttamennsku rosalega loðin oft á tíðum og stundum eru meiri alvöru fréttir alveg rosalega setta þannig upp eins og séu þú veist, hvað segir maður sífellt verða sigurhjúpa að verða að setja hunang á meðalið skilur, til þess að koma hún í krakkan skilur. Þú veist, það er alltaf verið einhvern veginn að plata fólk til þess að lesa fréttir, ef mætti segja það þannig. Og góður netblaðamaður, hann er náttúrulega fyrsta lagi góður í þessu, bara er með besta hunangið og stærstu skeiðina til þess að hylja óbræðið á meðalinu með að trúða hún í kokki á almenningi. En hann er líka góður að spotta hvað almenningu vill, þú veist, og maður sér þetta rosa mikið sömu nöfnin á þessum fréttum. Það eru svona nokkri gæjar sem alveg rosalega góðir í að spotta bara hvað pöpullin vill og alltaf í þessum mest lesnu listum á Vísi og MBL og RÚV, kannski mest Vísi Vísi, MBL en ef þú ert og DFF. Góður í, snýst þetta að vera góður í að skrifa frétt eða þú veist velja topic eða er þetta fyrst og fremst bara fyrirsögnin? Nei, þetta er ekki fyrirsögnin. Jú, kannski eitthvað fyrirsögnin. Fyrirsögnin er vissulega skrautið, þú getur verið með geggjaða frétt og hún svona kóðuna niður í einhverju slappir fyrirsögn en þetta er svona 70-30 kannski, engin vísinda bak við það, en það skiptir alveg máli en það er ekki allt og substantið er allt, umfjöllunarefnið er alltaf beinagrindin í öllu. Og góðir netblaðamenn, þeir eru þeir sem að spotta hvað fólki vill, skilur, hvað er að fara að selja, hvað fólki vill klikka og hvað það vill lesa. Hvað er í með þína reynslu? Hvað er það sem fólki vill? Skandal, þú veist, eðlilega, menn að þú þekkir það sjálfur, þú veist, nákvæmlega, og allir sem hafa lent í skandal vita það að þeir eru aldrei vinsalli á netmiðlum en þegar þeir eru óvinsælastir, skilur við. Og það var sorg í því, það var leiðilegt að samfélag sé þannig, að við séum svona, að þórðagleðin sé svona rík í okkur að lestur á miðlum er aldrei meiri en þegar ykkur skýtur duglega upp á bak, skilur við. Stærsta, mest lesna frétt sem ég sá á mínum blaðamannaferli var þegar aumingjastrákurinn snappaði þannig getur betur. Já. Og við settum á netið í nokkra mínútur svo var það tekið niður út af einhverju fjarafóki og ritstjórn okkar lit okkur taka niður, það var ekki vinsæl ákvörðun en hafa tekið niður, það var bara að sprengja, skilju. Þetta er alltaf eitthvað svona þegar einhver svona stígur duglega í spínatið, Hvað er þetta í okkur? Ég veit það ekki, en þetta er rosalega, það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta er til staðar, þetta konsept, þessi þórðagleði, þessi vilji okkar til þess að nærast á ófyrum annara. Og alveg óseðjandi appetite, þú veist, við verðum ekki sött á óförum annara, við getum alltaf bætt okkur nokkur fréttum í viðbótum hvað einhver skeita á sig eða hvað einhver klúraði einhverju eða sagði eitthvað vitlaust eða gerði þetta eða, þú veist, og stundum er það bara einfaldir hlutir eins og bara einhver rann á rassinn í hálku, þú veist, þannig að það næst á vídeo þá var það bomba, Út af því að forsendurnar er ekkert endilega þórðagleði, þú veist, ég stend sjálf með því, ég klikka eins og bara núna þegar að hún, var full píratinn. Já. Ég klikkaði allar þessar fréttir en samt var mín Rúf sagði ekki frá því. Mín innlæglega skoðun var samt bara að mér gæti ekki verið meira sama og bara vonandi verður ekki tekið of hart á henni þó hún hafi verið svolítið klaufskýð í hvernig hún tæklaði þetta, skilur við. En samt klikkaði ég allar fréttirnar. Og þar með þetta var mál, skilur við. Þar með maður að taka þátt í. Já, þetta var mál, þetta var issue, þú veist. Já, og það er líka hitt, fyrir netblaðamenn þá skiptir ekki eitthvað endilega máli að þú sért að
segja fólki hvað það vill heyra, sko. Þú veist, óvinsæla skoðunin, sko, það er að koma upp með eitthvað dæmi, sko, það er svo sjaldan sem að, það gerist að fréttur eru sagðar af fólki sem er, sko, á skjön við svona mainstream, en þú veist, það er oft þannig, ég meina, þegar Kári Stefánsson í COVID var að segja eitthvað, þú veist, á móti þessu svona mainstream, dönsum golf fyrir víði eða hvað það var, þú veist, ég nenni ekki svona muna hvað þessi slagur voru og svo ömuleg. Við erum öll almannavarnir og það ruglana. Sko, svo þegar einhver sagði eitthvað á móti þessu, þá var alltaf mikið lesið. Fólk hefur alveg appetite fyrir eitthvað svona öðruvísi, skilur, eitthvað sem er svona, sko, sem að það er kannski ekki endilega sammála, sko, þú veist, og einmitt eins og þetta, fólk klikkar ofta á til þessi mitt að lesa og fussa og sveigja yfir þessari frétt. Hvað er verið að skrifa um þetta? Klikk. Hvað er verið að skrifa um þetta? Klikk. Hvað kemur þetta mér við? Klikk. Og þá uppáhalds kommenti mín frá virkum í athugasemdum eru, sko, er þetta frétt? Ja, undir fréttinni, skilju, búið að klikka fréttina, fara inn í fréttina, lesa hana til enda og kommenta svo, er þetta frétt? Já, þú last þetta, skilju, þetta. Já, ég meni, sko, síðan ég byrjaði aftur, þá er alveg áberandi vinsælasti þátturinn minn þegar ég fékk kleina. Já, nákvæmlega. Það er bara forvinni. Ég veit það. Þú veist, svona og fyrir það var, sko, fyrir utan kannski bara Kára Stefánsson, þá voru það stelpurinn sem fóru heim með fótboltalandsliðsmönnunum. Já, það var alltaf, þá var varstu með þær í alveg þá var undir á YouTube-brásunni minni, sko, Sölvi, þú getur nú betur en þetta ekki verið, skilur. Tölum að tala sínu máli, sant? Já, ég veit það. Og þetta er svona fyrir, sko, mann sem að mig, sko, mann eins og mig sem að svona, mér langar að búa í upplýstu samfélagi, mér langar að búa í samfélagi sem að fólk er, sko, ekki algerlega út á þekju í pólitísku umræðu, ég áttam á mikilvægi fjölmiðla, sko, þetta er svona þreytt abstrakt tugga, fjölmiðlar eru fjórða valdið og fjölmiðlar hafa svo þetta mikið hlutverk og verða veita valdinu aðhald og allt þetta, en þú veist, þetta er samt þannig, sko, og við sjáum núna til dæmis bara alveg, sko, rosalega skýrt og greinilega bara allan heim, ekki bara hér, þetta allan heim, sko, þar sem að fjölmiðlar eru orðnir slappir, að það er bara samfélagi komið í tómt tjón, sko, bara besta dæmi alltaf bara Bandaríkin, skilur við. Það sem að, sko, fjölmiðlar fyrir svona 20-25 árum svona, já, kannski svona rétt eftir 2000, þú veist, rétt undir 20 árum síðan, fóru bara voru algjörlega klofnir, sko, bara eftir, þú veist, bara Murdoch samsteypan hérna á Fox News og svo MSNBC demokrata klíkan hinum einn og svo var svona, það var rosalega fáir, sko, það var bara einhver skólablöð og þú veist eitthvað, þú veist, The Harvard Chronicle og eitthvað svona, þú veist, einhver svoleiðis blöð sem voru ekki algjörlega bara lituð og opinberlega, þú veist, lýsa bara opinberlega við stuðningi við inn og breska pressan hefur verið þannig í, þú veist, aldir, skilur, það er bara, The Times íhaldsgengið, skilur, og hitt, þú veist, og en, sko, það er vandamáli núna er, sko, hvað fjölmiðlar eru bara bitlausir og hvað fólk er búið að missa trú á því að þeir sé að segja ekki endilega sannleikan, þú veist, fjölmiðlar ljú ekki, en það er alveg augljóst mál að allir fjölmiðlar velja sér umfjöllunarefni eftir hvort sem er meðvitað eða ómeðvitað hjá blaðamönnum, velja sér umfjöllunarefni sem einhvern veginn svona og svona ekki bara umfjöllunarefni heldur bara, þú veist, að velja sér efni og svona take narrativ á efni út frá þeirra svona sín á bara lífið, skilur við. Og sko, talandum kommentarana, þú veist, er þetta frétt? Þú veist, það er alltaf stóra spurningin hjá blaðamönnum, sko, þeir eru að spyrja sig að þessu alla daga, er þetta frétt? Er þetta frétt? Þú veist, ég meina, það er fullt af hlutum sem maður veit, en er ekkert endilega frétt, skilur við, Stína kennari vann 10 skall á skafmiða, þú veist, er það frétt? Gæti alveg verið góð frétt, gæti alveg verið mikið lesin, skilur við, en það, þú veist, þetta er ekki frétt, þetta hefur ekki bein áhrif á einstaklinga út um allt land eða eitthvað. Nei, en það er síðan, sko, þú veist, þetta sem við tala byrjum með entertainmentið. Já, nákvæmlega. Ég er farin að horfa svo mikið á fréttir sem bara glorified entertainment. Já, þú veist, að því í raun og veru, ef það gerist eitthvað risastórt, þú veist, það sem var að gerast í Grindavík, þá fær það ekkert fram hjá fólki. Nei. Og þú færið að vita af því. En síðan þarf náttúrulega að vera hald út þessum fjölmiðlum 24/7 í litlu land eins og Íslandi. Þá er bara takmarka hversu mikið fréttnæmt er að gerast. Og þú þarft bara auglýsingadeildin er búin að selja svona mörg pre-roll spilanir á vídeóin og þá þarftu bara að skaffa þetta mikið af
klikkum á vídjóin á vísi.is og mbl.is og tf.is þessi miðlar sem eru með svona efni eða myndbönd og ef þú ert ekki með það, þá ertu bara að fara að búa til maður skilur það alveg sko, en stundum fer aðeins í töðunar með hvað hugmyndasnauðin er mikil sko. En hvað myndir þú segja sko, ekki það, ég ætla nú ekki að fara að hjakkast á COVID-ina en að því þú sagðir þetta með þessi, hvað þetta hefur verið ömurlegi söngur og alltaf, og þið nefndir bandarísku fjölmiðlana. Ég var að heyra áhugaverða sko statistík og þetta væri kannski einhvern veginn hægt að koma í veg fyrir þetta, en í raun og veru ef það er bannað að auglýsa lyf í Bandaríkjunum, eins og er bannað í eiginlega öllum löndum í heimi, ég held að séu 3 lönd í heimi sem að leyfi allavega lyfseðilskyld já, ég meina það þá myndi allir mainstream fjölmiðla Bandaríkjunum fara á hausinn á einum degi af því það sé bara 50-70% af auglýsinga ákominir að kemur það og þá kemur spurningin, mun það ekki alltaf hafa áhrif á narratífið þegar þú ert að fara að fjalla COVID til dæmis og þá aftur á Íslandi, svo færum við þetta yfir á Ísland þú ert með RÚV sem að gnæfir yfir allt og svo til þess að rétta einhvern veginn það hvað það gerir erfitt fyrir einkamiðlana, þá eru þeir ríkisstyrktir líka sem vekur þá spurningar, hver er þá að fara að veita hinu opinbera aðhald? Já, þeir eru ríkisstyrktir einhvers staðar á einhverju leveli vilt ekki ráðast á höndina sem er að fóðra þig og það er alveg búnar nú þegar að heyrast raddir sem eru, já sko það á nú eiginlega bara verið að skilyrði fyrir því að þið ætla að fá ríkisstyrkin að þið séu með rétta umfjöllun. Já. Skilur þú þá? Þetta er svona eitthvað sem mér hugnast ekki sko, þegar að opinber er eiginlega farið að styðja við alla fjölmiðla. Já, og svo er þessi ríkisstyrkir sko, þetta er svo illa þetta haldið, þú veist, þetta er svona, já, það er einhverja reglur sko það, þú veist, þú þarfst að vera með svona marga, þetta þarf að vera hlutfall af sko, launum greitt og allt þetta, þú veist, þess að geta sótt þetta, en svo alltaf vera að breyta þeim sko, þú veist, og það alltaf verða fjölmiðlar sjálfsög smekir við það að segja eitthvað og reglunum er breytt í átt sem að hugnast þeim eða gagnast þeim illa, kemur illa fyrir þá. Jú, auðvitað er þannig, þú veist, og ég meina, sko, þetta ríkisstyrkta fjölmiðladæmi á Íslandi er alltaf algerlega galið, gersamlega galið. En það sem er eiginlega galnara er að það er einn fjölmiðl á landinu, ég held ég að við séum eitthvað umfjöllun það í viðskiptablaðinu, það er einn fjölmiðl á landinu sem að stendur undir sér án ríkisstyrkjana, sko, og það var, ég maður ekki, trölli.is, það var eitthvað svona bara það var eitthvað smá með allir hinn er í tabi með aðteknum tilliti til sko, ef þú strókar ríkisstyrkin út úr hagnatölunum eða þá er þið komin í mínu sko. Sem ég er búin að vera nógu lengi í fjölmiðlum til þess að ég talaði mjög oft við sko forstjóra, ritstjóra og eigendur fjölmiðla og það gengur alltaf alveg blússandi og það sem maður heyrði yfirleitt var sko, já við erum í hagnaði sko en svo sá maður náttúrulega eftir og það bara eru allir íslensk fjölmiðlasaga er saga tapreksturs. Þetta er alltaf fyrir þetta blaða stóra bomban á þessu ári. Já, en þetta kemur svolítið inn á efnisval og svona fókus hjá einstakar blaðamönnum hvað þú ætlar að skrifa hvort þú ætlar að skrifa það, hvort þú metir það sem frétt og þá hvernig þú ætlar að skrifa það. Og það er svo margir þættir sem að koma inn í en ég held líka að vandamáli sé að ritstjórnir eru orðnar mjög litlar, þetta eru orðnar mjög margar litlar ritstjórnir á hverjum tímapunkti eru stundum bara örfáir á vakt hjá meira hjá stóru miðlunum, þú veist þú fer bara og klikka bara á allar fréttir á vísi.is og sér þetta eru mest megnist til sko sömu nöfnin sem að skrifa fréttirnar þann daginn, þetta eru kannski 5 eða 6 eða 7 manns eða eitthvað og svo einhverjir stöðufréttamenn sem skopla hálfsjö fréttatíma efninu sínu inn eftir kvöldmatt og eitthvað þetta er ekki mörgnöfn, þetta er ekki stóra hjarðir, þetta er ekki þannig að þetta sé sko risa fundir sem eru átökum hvað ég að skrifum og eins og maður sér í einhverjum bíómyndum sko, þetta eru bara kaffibóll og okkur 3 gæjar sem eru mættir á morgunvakt sko. En það var í alvörinni þannig þegar ég var að byrja í sko eins og fréttastofu Stöð 2 og svona það voru alveg kröftugir morgunfundir sko þú veist, það var alveg verið að takast á og það var mikið af fólki, þetta var nær því sem maður sér í bíómyndunum sko, þú veist, ég get alveg bara vottað fyrir það var, þegar ég var að koma þarna nýr inn, það var bara nánast hver einasti maður að inni og búin að vera fréttamaður í minnsta kosti 10 ár og það var alveg svona, þú veist launin í þessu náttúrulega er gersamlega strípuð sko, það er engin sem að maður sér alltaf hvað sorglegt að sjá maður sér svona listi af fólk sem að búið að sækjum störf, þú veist, upplýsingafullir ykkur áðunnitis að umhverfisstofnun er eitthvað ræðilega allt fjölmiðlamenn og hefur mikið heimum að Pétursson búin að sækja ykkur einasta upplýsingafullir og gekk á landinu oftar en einu sinni sko. Það er ekkert voru tröstvíkjandi að sko vita til þess að sko fólki sem er að mata því fréttunum sé sífellt að sækja vinnur hjá fólki sem er að segja fréttina sko. Einmitt. Skilur.
Það alveg mjög góða punkt. Það vísu, ég tók heimum á sinn dæmi, það vísu topp blaðamaður, ég myndi aldrei fengið hann, sko, en svona á heildina litið, skilur, þú veist, það verður náttúrulega svona það verður náttúrulega hlýtur að vera eitthvað konflikt og interest allstaðar, sko. Já, það er ekki bara í peningunum, heldur líka bara persónulega metna hjá blaðamönnum og svona alltaf bara líka í, sko, pólitískum skoðunum, skilur, þetta er lítið land og litla kreðsur og allir einhverja vini og kemur úr svona vinstri helming, kannski, kemur beint úr einhverju sakfræðadeild í HÍ eða eitthvað, þú veist, og allir vinirnir, vinstri sinnaðir og þá ertu bara í þannig búblu og átt þannig vini og einhverju þeim vinum er kannski þingmenn eða borgarfulltrúar einhverju vinstri flokkum eða skilur hvað ég við, þú veist, þetta er svona kreðsur, sko, á Íslandi, það er svo mikið af svona litlum kreðsum og búblum og svo, sko, eigum að reyna að búa til eitthvað system þar sem að fólk innan úr þessum kreðsum er að segja fréttir sem eiga að útskýra þessa kreðsur fyrir öllum öðrum. Einmitt. Við spjöldum aðeins þegar við erum að spjalla saman í gær þessa gjá sem á milli fjölmiðla og almennings. Þetta er búið að vera mér mjög hugleikið undanfarið og ég þora fullyrða, algjörlega fullyrða og staðhæfa að það hefur aldrei í Íslandssögunni verið jafn áþreifanlegt og jafn breytt bil á milli þessum fjölmiðlafjallum og þess að frétta mats hjá fjölmiðlum, hvað þeir velja fjallum, hvernig þeir fjallum það og hvað þeir velja fjalla ekki sem er alltaf mjög mikilvæga punktur og bara svona venjuleg samtals hjá venjulegum Íslendingum. Það verður aldrei verið jafn breytt bil á milli þess að þú lest á Vísi og heyrir í heitapottinum. Skilur, í Laugardalslauginni klukkan 9 á þriðjudagsmóti. Það er sko rosalega mikið af efni sem að fer inn á vefinn sem að er svona entertainment efni sem er miðað að fjölmiðlum og virkar, klikkað, skilur, en þetta er samt ekki efni sem að fólk, almenningur, sko, skiptir einhverju máli. Þetta er svona, brain candy fyrir bara með þú situr á klósitinu, skilur, bara solid, klikka aðeins og kleina, skilur, en þetta er samt ekki eitthvað sem þú ert að ræða við matarborðið eða ræða við makkaðinn að kvöldi til þegar börnunir er sofnuð eða ræða í fermingaveslunni eða ræða í kaffistofunni á vinnustæðinum, skilur, eða spjallum með leigubílstjóran á leiðinni, þú veist eitthvað. Þetta er ekki málefni sem það meina ég að miklu leiti, þú veist, ekki að öllu leiti, en þetta er rosa mikið af málefni sem að fólk er ekki með á sínu persónulega radar, sko. Hvað væri dæmi þú veist, eitthvað sem að almenningur er með á sínu radar, skiptir almenning máli, en fjölmiðlarnir er ekki. Þú veist, það er náttúrulega augljóst bara að fólk er að reyna að láta enda ná saman hver mánaðamót. Já, það er bara, bara hlaupum bara aðeins með það, þú veist, nú erum við með, sko, stöðu í efnahagsmálum þjóðarinnar, þar sem að, sko, rosalega mikið af ungum fjölskyldum, svona á mínum aldri, svona 30 til 42-43 ára, er að fá, sko, breytilega vext í hausinn. Og það var, sko, RÚV tók aðeins, gerði eitthvað nokkra, svona, hvað þýðir það að breytilega vextir? Hvað þýðir þetta? Hvað eru stýrivextir? Eitthvað? En það er svakalega mikið af fólki, margt fólk sem að er að lenda í þessu núna og þetta er bara stór umræðan, skilur. Ég skil ekki hvernig þetta er ekki fyrsta efnið í öllum fréttatímum, ég skil það alveg, þess að fólk nennir ekki að sífellt að lesa hvað það er að fátækt, skilur. En þetta er svona gott dæmi, þú veist, stóru efnahagsmálum, það er risa stór máli í gangi í efnahagsmálum sem er engan veginn að kofera, sko, verða að kofera í fjölmiðlum á landinu í dag. Og svo bara þessi venjulegu vandamál, skilur leikskólamálun er alltaf rosastór 10 mínútur fyrir kosningar, svo deyjaði niður í 4 ár, þess að milli eru, sko, hundruðir barnafjölskyldna í tómu vesinni og þurfa að lækka að vinnu hlutfalli niður í 80% í 2 ár og verða fyrir milljónatjón að vita það sjálft, skilur, vegna þess að sveitafélagin öll, mestmengnis Reykjavík en líka erum allt í skrúni þar og það er alveg óþolandi að pólitíkus að fá að komast upp með það að þetta sé óþægilegt í 2 vikur fyrir kosningar og svo bara þagna lömbin í 4 ár, skilur. Það er algjörlega óþolandi. En talandi þetta er náttúrulega þetta er bara eitt mál af mörgum. Með auknu upplýsingaflæði og samfélagsmiðlum og öllu þessu, þá finnst manni svo stjórnmálamenn sem meira, þú veist, þegar þú ert klókur stjórnmálamæður, þá veistu bara nákvæmlega, þú veist, hvernig þú ofta koma þér í fréttinnar á réttum tíma með því að gera eitthvað smá upplaup út af einhverju máli sem kannski skiptir engu máli. Og þá ert að fá þér eitthvað að bunta í kladdan, en síðan og þú myndir bara hanna þetta eftir kjörtímabilinu, sko. Já, algjörlega. Og svo þegar að fara stytt í kosningar. Solid media campaign bara úr fluffi og fróðu og candyflossi bara í 4 ár, sko.
ekkert mál. Ég hef gert það bara fyrir þig núna á 10 myndum, sko. Ég hef hugsað það, sko, þú veist, ef ég myndi til dæmis vilja, þú veist, auðveldasta leiðin fyrir mig núna, ef ég myndi vilja fá mikla athygli á, þú veist. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.